Þetta byrja að taka upp. Erum við byrjaðir? Ykkur ítt á í korð. Ok. Wow. Ok, svo. Hvernig við að byrja þetta? Nebraska. Ég ætla bara að keyra í burtu. Ætlaði að keyra? Nei. Ok. Akkur settaði beltið þá? Þetta er fyrsta bílagagnrýnin okkar. Bílabíó. Bílabíó. Menn á hvað, hver komist með þannig? Ég veit það ekki. Ég held að þú. Já, ætlaði ekki. Þú kemur með sniðuðu nöfnum. Já. Já, hann geði líka titilinn svo þið með þakka honum fyrir það. Fann líka lagið. Já. Og myndin sem við fórum á heitir Nebraska. Nebraska, þetta var... Og hún er leikstýrð af Alexander Payne. Ekki þriðja myndir hans? Nei, fjórða, ekki? Ekki hugmynd, en hann er Nei, hann leikstýrði hann ekki í hvaða? About Schmidt? Hann leikstýrði About Schmidt, The Descendant, Já. sem okkur fannst mjög góð. Og svo gerði hann einnig Sideways. Já, Sideways, það var heilmyndin sem... Þetta að horfa á hana samt. Já. Ég hef góða hlutum hana samt. Hún er ágætt sko. Nebraska, hvað getum við sagt? Vil eitthvað byrja? Þetta er svona blanda af Fargo og Mamma Go-Go fyrir mér. Ég reyndar. Fyrir mér. Það er mjög góð lýsing. Þetta er mjög notaleg mynd. Já. Mjög hæg, en... Öll í svartkvítu. Já. Öll í svartkvítu. Ég heit að vonast eftir að það myndi allt breytist í lit í endan. Já, ég held að það myndi gerast á ákveðnum tímabúti. Svona mjög hlýtt og fallegt, en... Nei, þetta er svartkvítu og þetta er mjög... Allan tíman. Þunglyndisleg mynd. Nei, já. Þetta er aldrei þannig, en samt í endin og samt. Ok, við tölum ekki um enda. Nei, engin spoil. Nei. Því miður. Svo að flesti geta horft á það. Ekki hægt að spoila samt miklu, en... Nei. Hvað getum við sagt? Þessi í lágmarki. Já. Þetta er mjög mannleg mynd. Svona falleg og mannleg mynd. Þetta er mjög raunveruleg mynd. Já. Aðalleikarinn er Bruce Dern, sem er í aðalhlutverki. Og hann er akkurat tilnefndur núna til Óskarsverðlauna fyrir leik sinn sem Woody Grant. Já. Það er alveg mikið samkeppni hana að það er ekki góðu tilnefndur sko. Hann er búinn að fara flesta myndina sem... Já. Þeir eru búin að fara á 4 með allan að leikurum í aðalhlutverki. Það er Wolf of Wall Street og American Hustle. Og þeir stóðu sér náttúrulega frábærlega, bæði Christian Bale og Leonardo DiCaprio. Leonardo er aldrei uppáldi hjá mér. Já. Ég veit, ég mér líka ekki alveg American Hustle. Já, svo fórum við á 12 Years a Slave. Já. Og sáum þar Chiwetel Ejiofor sem stóð sér alveg vel. Það er aldrei niðurdrifandi mynd en samt mjög góð. Já, þetta er eina af þessum myndum sem að lætur líða illa að vera hvítur. Þetta er aldrei svona Oscar-based mynd en samt, en hún var samt mjög góð. Ég held að Akademían munum... Hún sópaði þessi BAFTA-verðlaunum og allt þannig. Er það? Ég held það. Okay. Ég kann skal ljúga en mér er alveg sama hana. Jú, hún vann bestu kvikmynd held ég á allavega Golden Globe. Já, Golden Globe, ég ruglaði saman. Chiwetel Ejiofor vann allavega BAFTA-verðlaunin. Það var eitthvað. Þannig að Bruce Dern er að keppa við þessa náunga og Matthew McConaughey líka sem að létti sig fyrir Dallas Buyers Club. Christian Bale þyngdist fyrir American Hustle og svo með Matthew McConaughey sem létti sig fyrir Dallas Buyers Club. Bruce Dern fekk sér plástur á ennið. Já. Sem hjálpar góða lítið. Lék mann sem hún myndi halda að vera með Alzheimer's en hann er bara mjög þögull og mjög svona... Sérstakur gamall maður. Sem hefur gengið í gegnum margt. Bara alkoholisti og var í einhverju stríði, ég man ekki hvaða stríði. Kóhaugur. Já, það var aldrei. Og hann ásett son og sem að svona, hvað getur við sagt, fer í svona ákveðið ferðalag með honum. Já, þetta er svona father-son trip. Já. Og myndin byrjar á því akkurat að gamli maðurinn sem að hann Bruce Dern leikur sem að heitir Woody Grant. Hann er að labba meðfram götu og heldur hann sé búinn að vinna í lottóinu. Já. En það er einhver gamall vinningsmiði, þetta er ekki vinningsmiði. Þetta er sko eitthvað tímarit sem gefur út einhvers konar vinning. Já. Ef maður með rétta númerið og hann heldur því fram að hann hefur unnið $1.000.000. Sem hann gerir ekki. Nei. Og það er alveg sama hversu margir innan samfæranum hann er ekki búinn að því. Hann heldur alltaf að hann sé búinn að vinna. Já. Og hann kemst, já. Það er basically plottið. Það er plottið. Þetta er gamlan mann sem er ekki með Alzheimer's, ef maður myndi halda það. Sem að heldur hann er búinn að vinna í lottóinu, en hann er ekki búinn að vinna í lottóinu. Nei, þetta er svona road trip mynd. Já, eiginlega. Og sem vindur upp á sig, það er að segja, sagan flækist. Og er það kannski rétt hjá mér að við getum verið sammála að stjarnan í þessari mynd var June Squibb? Já, það er uppáhaldspersónan. Það er móðurinn. Já, hún leikur móðurinn þess að, eiginkona mannsins. Eiginkona Bruce Dern. Hún er mjög lík, það er mjög lík til persónan. Bara mjög heiðarleg manneska. Mjög fyndin og skemmtileg í sínu hlutverki. Bara mjög svona
En heiðarleg, Já, hún bara mjög heiðarleg. Já. Segir sannleikann. Já. Samkvæmt henni. Hún akkurat að keppa við, hún á líka í harðri samkeppni við leikkonur eins og Jennifer Lawrence og Lupita Nyong'o fyrir 12 Years a Slave. Hún var frekar góð í því, það að segja, ef við gerum fyrir hún tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir besta leikkonu í aukahlutverki. Já. Ég held að það sé alveg rétt. Já. Ég held að það hafi aukahlutverki. Gæti verið. Það er mjög líklegt. En þau stóðu allavega mjög vel, bæði, við getum verið sammála það. Já. Hvað getum við sagt, svona, þetta Mér finnst líka svolítið gaman að sjá hérna Will Forte sem leikur soninn, ég held hann heitir Will Forte. Já, Forte held ég. Forte, já, fyrir eftir hvernig hann bæði fram. Hvort sett franskur eða hvað það sem. Allavega hana. Kanadískur franskur. Hann er náttúrulega vanur því að leika, hvað getur það, svona grínhlutverk. Hann vann hjá SNL og kom fram í gestahlutverki How I Met Your Mother. Og örugglega fleiri gestahlutverk. Það er mjög gaman að sjá hann í rauninni leika svona alvarlegt hlutverk. Þessi fyrsta alvarlega hlutverk. Þetta er samt komedía, það er svona svört komedía. Já, þetta er svolítið þannig. En hann er samt ekki að vera fyndinn, beint. Þetta er svona meira óbeinn húmor. Hann er að vinna með fyndinn en að stafar helst að kemur frá öllum þessum personum, öllum þessum gamla fólki. Fullt af gamlu fólki. Fullt af gamlu fólki. Mjög mikið af gamlu fólki og mjög mikið af vandræðlegum þögnum sem eru gamlu fólki í Nebraska. Já. Bara svo þið vitið það. Meira að segja fullt gamalt fólk, þannig að Já, fullt. Fullt gamalt fólk og fullt af gamlu fólki. Og já, mikið af vandræðlegum þögnum milli gamals fólks. Sem er fyndið. Já, það er mjög fyndið. Það er svona elliheimilis andrúmsloft, getum við kannski sagt. Þetta er svona, já, þú veist, það er eitt atriði svona matarboð eða eitthvað. Þetta er basically hvert einasta matarboð. Já, þannig ef þið oft farið í matarboð þá er þetta myndið til að horfa á. Já. Svona sunnudagsmatur. Já. Alltaf að tala eitthvað svona, þú veist, mjög random svona minnumáttar hluti. Hvað tók þér langan tíma að keyra til að keyra frá hvað bygguð? Ég man það ekki. Frá einhverjum stað til einhverjum stað. Við erum mjög lélegir í landafræði. Sérstaklega í Bandaríkjunum. Þetta er í Bandaríkjunum? Þetta er mjög bandarísk mynd. Já, en samt ekki svona svakaleg Hollywoodmynd. Nei. Hún er ekki típisk svona Hollywoodmynd. Og hvað fannst þú svolítið lík mynd sem heitir Inside Llewyn Davis sem við fórum okkur á nýlega. En þessi svolítið, hvað getur þú sagt, hún er lengri og svona kannski aðeins svona hægara tempó í þessari. Ekki eins skrítinn af Inside Llewyn Davis. Það er Coen-bræðurmynd. Já, það segir margt. Já, Coen-bræðurmynd, það er myndina þeir hafa ákveður svona, þú veist, ákveðin stíl. Já. Ákveðin stíl. Og það er alltaf hægt að reiða það að það sé eitt atriði í Coen-bræðurmynd sem er svona what the fuck. Já. Það er besta, það er eitt af því besta við Coen-bræðurmyndir eins og með Big Lebowski. Þessi mynd ber svolítið einkenni Alexander Payne, leikstjórans, sem hún er svolítið, svona hugljúf og svona svolítið mannleg. Hún er svona, veistu, þetta er svolítið svipað og Descendants, það er að segja, þetta er svona bonding experience. Já, og svona, hvað getur maður sagt, þetta er svona, bara mjög mannlegir svona hlutir einhvern veginn. Maður getur tekið þessa mynd mjög alvarlega, eins og með Descendants, en hún er ekkert að koma fram með áhundana eins og þessu heimskeri eitthvað. Ólíkt einum trailer sem ég sá undan þessari mynd, sem var trailer einhverja annari, eða einhverja mynd með Cameron Diaz. Cameron Diaz og konunni og This is 40. Já, ég held að þessi mynd heitir Not the One. The Other Woman eða eitthvað. Þetta er einn versti trailer sem ég hef séð lengi. Gerðu eitthvað greið. Hann að halda framjá konu sinni og konunni sem hann að halda framjá. Spennandi. Og Jamie Lannister er þessari mynd, danski leikarinn sem leikur hann. Það var líka gaman að sjá Bob Odenkirk í aukahlutverki í þessari mynd sem við fórum á. Ef maður horfir á Breaking Bad, eins og við tegum það er mjög ánægilegt að sjá hann í þessari mynd. Þú ert dálítið svona, ég sést mér í skugganum. Og koma nær. Ok. Þú ert dálítið í skugganum, þetta er hvaða hött er þetta Agnar? En já, hvernig fannst þér svona myndin? Það var svona mjög notalegt að horfa hana. Hún var ekkert, það tók ekki mikið á að horfa hana. Fyrir það kannski í
síðasta atriðinu, maður vissi ekki alveg hvað það var að fara að gerast. Já, svona smá tilfinningar, sulta. Já. Tilfinningar sulta. Já, nýtt orð. En ég er búinn að taka eftir að það er allavega alltaf einhver sleginn í myndunum hans Alexander Payne. Ekki alltaf, en það var einhver sleginn í þessari mynd og það var einhver sleginn í The Descendants. Hvað sleginn í The Descendants? Það var hann hvað heit hann? Litli strákurinn að það. Já, gamli maðurinn Brumbretta gaurinn. Guð, það var... Amen. Hvað heit hann aftur? Já, mér er þess að vita, ég er búinn að horfa hann á margoft en ég man ekki hvað hann heiti, hvort það var Zed eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki náttúrulega gott, Knútur. Þetta er ekki nógu gott. Skammast þig einhvern. Við ætlum að reyða þig að vita allt myndina. Alexander Payne. Ég get alveg sagt bara, ef þið fíluðu myndir eins og The Descendants og Sideways, þá mun ykkur örugglega líka við þessa mynd. Já, mér fannst Descendants betri þó en út af því en Já, mér finnst það líka, ég er sammála því. Hún var miklu innihaldsrík. Já, og svona örlítið glaðlegri líka. Já, það er samt mikið svörtum húmor. Hún var ekki svarthvítu, getum við sagt. Og hún gerist að hafa, ég meina... Og litrík. Vitið hvað var mjög bömmerandi ef það, væri mute á myndavélinni. Allt sem við erum búin að segja núna. Það er örugglega á mute. Já, það er svo típist, sko. Ok, við erum búin að... Við ætlum að halda áfram hvað sem er. Við erum búin að talsetja þetta sérst aftur og það tókst svolítið erfiðlega. Tók svona mánuð. Já. En, já, það er svona... Gleymdum að setja vasaljós í miðuna svo ég sagðist, þannig að... Hvað munum við næst? Það er reyndar að frekar fyndið að þú verður með vasaljós svona. Já, ég verður bara að taka það næst með, sko. Renli, you idiot! Þau verður afsakað við tölum ekki mikið um myndina því að þetta er fyrsta gagnrýnin okkar. Þetta er ekki gagnrýni, þetta er svona umfjöllun með það. Við ákveðum bara að taka upp samtal okkar, svo velkomin í heim okkar. Og þetta er mynd sem að fjallar eiginlega voða lítið, en hún er samt frekar góð. Það er mjög gaman að horfa á hana, að sjá hana, þú veist. Þetta er svona mjög fallega skotin. Flott myndskot og já, lítur vel út og leikurinn er góður hjá aðaleikurinnum. Ef þið fílið góðan leik og bara, það er ekki mikið drama í þessari mynd. Nei. Ekkert rosalega, ef þið viljið bara horfa á notalega góða að flotta mynd sem fjallar þetta svona bonding experience, þá kíkja það. Hún gæti verið miklu dramatískar og ég er mjög feginn fyrir því að hún sé það ekki út því hún er nú þegar svona pínu hæg eða samt ekki. Og ef hún er dramatískari þá er það bara alltaf mikið. Ég held að það reyndi að gefa myndina raunverulega. Og ef það þessi mynd hefði verið alltaf dramatísk, það hefði ekki í takt við raunveruleika, held ég. Svona misheppnuð fjölskylda einhvern veginn svona. Já. Við getum sagt kannski ef að þú ert áhorfandi sem hefur bara gaman af sprengingum og látum. Það er þetta myndin fyrir þig. Þá er þetta ekki myndin fyrir þig. En, eða það sem Heimir sagði, en ef að þú ert áhorfandi sem ferði í bíó og hefur gaman að því að hugsa og nota heilan aðeins, þá er þetta svona kannski meira mynd fyrir þig. Hvað ég var að segja, svona einhvern frá 1 til 10? Ég myndi segja... 7 þumlar! Ég myndi segja svona að frá 10 mögulega myndi ég gefa henni svona 7,6. Já, 6? Já, 7,6. 6? Já, 7,6. Svona ekki 8, ekki 7. Svona 7 rjómabollur? Já, 7 rjómabollur? Já. Nam. Smá sultu líka. Ég er ekki góður með svona einhvern veginn, þannig að ég myndi gefa henni 8. Út af því ég vil hafa svona slétta tölu. Já. Þú veist, ég meina uppáhaldsmyndina mínar, þú veist, að þið fá eiginlega aldrei 10, þú veist, ekki með 10, en ég meina, þessi fær 8. 9. Þú veist, góða myndir, þú veist, á borðið þessa gef ég svona 8. Þú veist, ef hún hefði verið dramatísk og kannski þetta hefði getað gert dramatíkina vel, þá kannski hefði ég getað gefið henni hærri einhvern, en fyrir mynd sem reyndi að halda sér í takt við raunveruleikann, þá stóð hún sér mjög vel og ég held að 8 sé alveg bara fín einhvern. Ef ég á að gefa henni slétta tölu þá mun ég segja 8. Ef ég gef henni ekki slétta þá mun ég segja 7,5. Og mér fannst þetta góð mynd. Og bara June Squibb, 2 þumlar upp. Hún var mjög góð. Það er eitt atriði með henni sem
sérstaklega fyndið, en það án efa fyndnasti karakterinn í þessari mynd. Mjög skemmtilegu karakter, svona... Jesus Christ. Og já, við mælum jafnvel með að horfa á þessa mynd. Bara út af henni, já. Ef þið hafið gaman að fyndnum gömlum kettlingum, þá, sko... Þá mælum við með þessari mynd. Það vantar fleiri gamla kettlingar í kvikmyndir. Já, það er ekki nóg að þeim. Hvað er málið með þetta? Gammalt fólk er líka að fyndið, sko. Já, ekki bara þegar þetta, sko. Það er alveg drepfyndir. Þetta er ekki góður brandari. Þetta var ekki góður brandari. Þetta var næstu góður brandari. Við höfum ábyggt að taka upp við höfum ábyggt að hafa heimi saman, svo við tökum ábyggt að myndbanda því líka. Og við byrjum spenntir eftir The Amazing Spider-Man 2, þá verður örugglega mikið rætt. Og X-Men-myndina, það er sko. Days of Future Past, hún verður örugglega góð. Þannig að... Hún verður góð. Ég var að segja, já, hún verður góð. Kannski. Já. Ég var að segja þar til næst. Hvað er komið við? 16, vá, ok. Það er ekkert mikið. Það er kannski eina ná upp í 20. Já, allavega eitt sem ég vil. Ég var eina þér. Segja þér að þegar myndin byrjaði, það er bara, maður horfður stundum yfir gestina, það var ekkert það mikið af fólki í salnum, það var kannski... Þetta er dálítið eins og Akens. 20 manns, já. Ef þið myndir sína þessa mynd á Akens, þá myndir kannski mæta 5 manneski við eitthvað. Og þú myndir heyra mikið svona inn á milli. En það var allavega eitthvað svona gömul hjón sem voru í myndinu og föttuðu það þegar það var verið að kynna hvaða myndið það væri, þá væri sérst vitlaus mynd. Já! Það gerist eins og okkur. Er það? Já. Munið þau allan að fara Hitchcock mynda? Já, alveg rétt. Og svo að sína Hans og Greta með Jeremy Renner og einhverju konu, hann ekki. Guðmundur, það var það fyrsta sem sá það var eitthvað MTV movie, svo get þeir Hitchcock, ok, allavega. Og svo byrjaði þeir spyrjunarskotið, einhver kofi út í skógi og það er einhver 2 krakkar að hlaupa út, það er svona býttu Alfred Hitchcock út í skógi? Er þetta biografía? Og svo, þú veist, sanna sagan á bak við Psycho. Svo fundu þeir sko húsið sem var gert úr piparköku og þá föttum við að eitthvað var að. Það var engin Hitchcock þar inni þannig. Nei. Þá föttum við að það var mainstream myndum Hans og Greta. Og vantaði tónlistinast. Það hefði ábyggt að vera í byrjuninni. Þetta er líklega fyrsta myndin sem ég hef séð í bíó sem er ekki með texta, íslenskum texta. Já, það var mjög skrítið. Já, þetta var mjög skrítið. Setja texta, það ábyggt að... Það eiginlega ekkert upplifun, hún eiginlega var jafnvel bara betri fyrir vikið. Gott hljóðinn og maður skildaði svo sem allt sem að... Tekur betur eftir leiknum. Það er ekki flókin enska sem er töluð, sko. Nei, þú veist, ég meina, þið höfðu heim og notu einhver orð sem að, þú veist, eitthvað slangur held ég sem að... Já, það er bara... Maður fattar ekki alveg henni, það er bara... Skiptir enga máli, sko. Bandaríska, sko, þú veist. Já. Það er bara þannig, en... Ef þú talar ensku, þá skilur þú myndunum. Sérst ekki þessi, svona. Það er náttúrulega vinstri hendur, svona. Ekki kýla mig heimir. Þannig að... Veitu, hvað er þetta? 18? Ok. 2 mínútur viðbót! Eða við getum bara sagt bless. Já, og sagt við mælum með einhver lokur kannski, eða... Hvað myndi vil ég sjá næst? Bara það sem er næst í bíó, ef það er eitthvað vit í því. Ég reyna að sjá Dallas Buyers Club, eða? Já, hún er búin. Er það? Ég held það örugglega. Lego movie? Ég er búinn að sjá hana á íslensku. Íslensku? Á íslensku. Hún var ekki með neinu texta, ég skil samt hvað það er. Þetta er brúski, ég var ekki bara... Nú brúski, já. Brúski. Ég fór á hana og sérst á íslensku, þannig að íslensku. Eitthvað rétti sem þú þekktir? Arnar Jónsson talaði fyrir Vitruvius. Svo það er svona nokkurn veginn allt. Já. Og það ein manneska að tala fyrir alla karakterina, ok. Já, ég meina þú veist, það voru fleiri raddir en ekki svona kannski þekktar raddir. Nei, ok, ekki Arnar Jónsson sem Jói og Gói eða eitthvað þannig. Nei, ekki svona, það var ein kona sem að talaði fyrir Villimey eða Wild Style á ensku. Já. Og hún, ég man ekki hvað hún heitir en ég kannast bara andlitið á hana, en ég get ekki sagt neitt í sjálfum sér það. Við getum kannski sagt eitthvað, hvað ég var að segja að lokum svona myndina, bara þetta er góð mynd og leikarannir, aðalleikarinn og fín mynd í alla staði, en svona, skildi ekkert rosalega mikið eftir, en þetta var samt mjög... Ekki fara á henni í bíó, bara bíó þegar hún kemur út í eftir. Fara á henni í bíó ef, ég meina, ef þið vilja hafa notalega bonding experience mynd. Þetta er svona í mínum huga þannig mynd og
Ég sé allan ekki eftir að sé þessa mynd. Nei, það sama hér. Hún er alveg góð, en kannski ekki endilega mynd sem skilur mikið eftir eins og ég sögðu, en já, svona góð mynd, engu að síður. Það ákveða enginn eftir að horfa þetta myndband, sko. Og það horfa enginn á sketsun okkar. En 5 views í mesta lagi. Þau vilja ákveða ekki eða tíminu að horfa á 20 mínúna myndband með 3 gaurum að tala Nema þið viljið vita hvernig Nebraska er áður en þið farið á hana. Ef þið eru búin að eitthvað að fara á þessa mynd. Þetta er ekki gagnrýni, þetta er meira svona umfjöllun. Almenn umfjöllun stolið af Brad Jones, við viljum kannski minnast á hann og hann er algjörður snillingur, þú veist. Já. Örugglega. Þú veist. Já, ég veit. En eins og ég myndist á í byrjun að þetta er svona blanda af Mamma Gógó og Fargo. Ég hef ekki séð Mamma Gógó. Mamma Gógó fjallar bara gamla konu sem er sérstætt með Alzheimer's. Þetta er framhald af 79 stöðinu. Já. Ekki í Nebraska heldur, Mamma Gógó. Og ég hef sagt kannski, ef þið fílið myndir eftir Alexander Payne, eða ef þið fílið svona hugljúfar myndir, þá mælum við með þessari. Ef þið fílið líka svartan húmor. Það er mikið af svartum húmor í þessu. Mikið svartur húmor í þessari mynd. Sem er mjög subtle, sko. En þetta er ekkert mjög augljós mynd. Þetta er svona, maður þarf alveg að lesa milli línana. Já. Og einmitt ef þið litið á Descendants sem svona grínmynd, að þá er þetta svona í rauninni svipuðum dúr. Já. En ef þið fóruð ekki að hlæja henni, þá munið þið sennilega ekki fara að hlæja þessari. Nei. Þannig að, já. Ef að slútt þessu, eða... Já, bara síðasti punkturinn, endilega ef þið eru ósammála okkur eða sammála, bara skrifið þá athugasemd og láta okkur vita hvað ykkur fannst. Já, við gefum þess að svona cirka 8 í meðalengun. Já. Svona 7,7. Já, 7,7. 7,8. 7,7, ekki 8. Þökk sem mér, ég gaf henni 8, slett á tölu. Við gefum sagt í lokin, ef þið farið á Nebraska, fylgist þá vel með June Squibb. Já. Meðan hún er ennþá lifandi. Já. Hún er komin að besta aldri. Já. Ef hún vinnur Óskarinn þá munum við samgleðast henni, ef ekki þá munum við samt samgleðast henni því hún fekk tilnefningu og það er mjög gott. Takk fyrir. Hefur hún verið að leika þetta lengi eða? Örugglega, en þetta er fyrsta myndin held ég sé hana í. Sama hér. En hún stóð sér mjög vel. Og Bruce Dern líka, bæði við, hann var góður. Já. Gott leikarval. Já. Bye! Nei, fuck! Bye! Ok. Þetta var náttúrulega. Takk fyrir okkur. Þetta var ömurlegur endur. Kannski ætti ég bara að enda á því þegar ég slekka á þessu.